Komið sæl og verið hjartanlega velkomin. Við ætlum að byrja þennan jógatíma á því að koma okkur bara fyrir í þægilegri sitstuðu og við finnum að ná að vera með baki beint, axlirnar slakar, augun lokuð. Við ætlum bara að gefa okkur smá stund í að beina athyglinni í átt að líkamanum, finna fyrir andardrættinum. Finna hvernig kviðurinn og bringan lyftast á innöndun, dragast saman á útöndun. Og leyfum okkur bara aðeins að taka eftir líkamann. Við skulum svo draga djúpt inn andann og halda örlítið. Og svo blása frá og sleppa. Við skulum sleppa frá okkur öllu því sem við þurfum ekki með okkur akkurat hér og nú. Leyfum okkur að eiga þennan tíma bara með okkur. Við ætlum svo að byrja á því að mýkja háls og herðar. Þannig að á næstu fráhendun leyfum hökunni að síga rólega niður í átt að bringu. Mjúk teyga aftan á hálsinum. Og við getum spennt greipar og lagt lófa aftan á hnakka ef við viljum. Leyfum þá bara olnbogum að hanga létt fram. Finnum hvernig við náum að beina önduninni aftur í bak. Losum síðan takið rólega, reisum höfuðið, drögum andann að. Og frá höndun höllum við hæðina aftur með munninni örlítið opinn, mjúk teyga framan á hálsinum. Hér getum við svo prófað að loka munninum eða jafnvel mynda skúffu ef við viljum auka aðeins teygina. Við opnum sem munnin, reisum höfuð rólega við, drögum andann að og frá höndun höllum við hæðinni yfir hægri öxl, þannig að mjúk teyga vinstra megin í hálsinum. Getur svo tekið vinstri handlegg og teygt hann út frá líkamanum. Fundu hvernig náum að lengja teygina alveg niður í fingur. Og við skulum reyna að virka allan handlegginn, þannig að við spennum fingur í sundur og reynum að teygja okkur örlítið lengra. Og það er líka velkomið að prófa að snúa eins upp á handlegginn fram og tilbaka. Finnum bara hvað hentar okkur. Komum svo rólega tilbaka, drögum andann að og frá höndun höllum við hæðinni yfir í vinstri öxl. Mjúk teyga hægra megin í hálsinum. Þú getur svo tekið hægri handlegg og teygt hann út úr líkamann. Fundu hvernig náum að lengja teygina niður í fingur. Spennum fingur vel í sundur. Og svo getum við prófað að snúa aðeins upp á handlegginn fram og tilbaka, bara ef við viljum. Og komum svo rólega tilbaka, drögum andann að. Og frá höndun ætlum við að líta yfir hægri öxl. Og við skulum beina hökunni örlítið niður í átt að öxlinni. Og leyfa augunum að líta eins langt aftur að geta bak við augnlokin. Drögum svo andann að lítum fram. Og frá höndun lítum við yfir vinstri öxl. Beinum hökunni niður í átt að öxlinni. Og reynum að líta eins langt aftur við getum bak við augnlokin.
rólega tilbaka. Og við slum tegja handleggi út í sitthvora áttina, fett og greppa fingur, vekja hnúan okkar. Þessum bara hér að slaka á öxlunum niður frá eyrum. Rúllum svo úlleiðina nokkra hringi í aðra áttina. Og nokkra hringi í hérna. Við skulum síðan leggja fingur ofan á axlir og mynda stóra hringi með olnbónum. Og finna hvernig náum að mýkja herðasvæðið. Og við getum gert hreyfinguna í takt við öndunina ef við viljum. Drögum þá andan að þegar við lyftum olnbónum upp og öndum frá þegar við ýtum niður. Skiptum svo rólega átt. Við stöðum síðan hreyfinguna og leggjum handlegginn niður í kjöltu. Og á innöndinu ætlum við að þrýsta öxlunum fram og upp í átt að eyrum. Og útöndinu ætlum við að þrýsta þeim niður og aftur. Og við höldum bara svona áfram í takt við okkar öndun. En sjáum hér hvort við náum kannski aðeins að hægja á önduninni. Og hægja þannig á hreyfingunni. Djúp og róleg öndun. Skiptum svo átt, þannig að á innöndun þrýstum við öxlunum aftur og upp í átt að eyrum og útöndun þrýstum við niður og fram. Við skulum svo draga djúpt inn andann og þrýsta öxlunum þétt upp í átt að eyrum. Stöldrum aðeins við hér og ruggum höfðinu til og frá. Heldum áfram að anda djúpt og rólega. Sjáum hvort við náum að gefa hálsum okkar smá nudd. Og það er velkomið að leggja lófa ofan á hnéð og læri ef við viljum þrýsta aðeins upp á móti. Og við skulum svo draga djúpt inn andann, þrýsta öxlunum jafnvel ennþá hærra, halda aðeins. Og blása frá og sleppa. Og við skulum gera þetta einu sinni enn. Drögum djúpt inn andann, þrýstum öxlunum þétt upp í átt að eyrum. Höldum aðeins. Og svo blásum frá og sleppum. Þetta er svona spenna greipar fyrir fram bringu, draga djúpt inn andann. Og frá þetta ætlum við að þrýsta lófanum fram. Mynda góða krippu, lefa hökuna síðan yfir þetta bringu. Svo drögum handana og tegjum okkur, lyftum handleggjum hátt upp. Og frá þetta leggjum við handleggi aftur saman fram bringu. Drögum handana að. Og frá þetta þrýstum við lófanum fram, myndum góða krippu, gott bil á milli herðablaðanna. Öndum að tegjum okkur upp. Og öndum frá og leggjum handleggi niður. Glæsilegt. Skulum að koma okkur fyrir á fjóra-fótum. Búum okkur undir að mýkja aðeins rygginn. Þessum hafa lófana beint undir öxlunum og hnéð beint undir mjöðum. Velkomin að setja táberg í dýnu ef við tegja aðeins á tánum. Og við ætlum að byrja því að anda frá og mynda krippu, þannig við þrýstum herðablaðunum sundur. Lefum hökuna að vísa niður í átt að bringu. Drögum svo andana að fettum bakið, opnum bringuna og lítum upp. Og öndum frá mynda krippu. Höldum svona áfram bara á okkar hraða. Sjáum hvort við getum lyft rófubeininu að stjórna hreyfingunni. En það er eins og að fara bylgja í gegnum bakið sem að byrja í rófubeininu.
Hendum síðan á næstu fráhaldin og þrýstum herðablöðunum vel í sundur. Og leyfum svo bakinu að koma aftur í hlutlausa stöðu. Við skulum leggja lófana örlítið framar á dýnuna og búkurinn til að mýkja mjaðmirnar. Þannig að fráhaldin þrýstum mjaðmannum yfir til vinstri, aftur á hæla og yfir til hægri. Og að innendun þrýstum yfir til vinstri, fram á úlliðum og yfir til hægri. Höldum svona áfram í takt við okkar öndun og gefum hreyfingunni bara eins stóra eða eins smáa og hendar okkur. En þá djúp og róleg öndun, fyllum vel lunguna tæm. Og að næstu fráhaldin skiptum átt. Þannig þrýstum mjaðmannum yfir til hægri, aftur á hægri yfir til vinstri. Og að innendun þrýstum yfir til hægri, fram á úlliðum og yfir til vinstri. Og finnum einhvern veginn að losa eins mjaðmirnar okkar. Öndum sér á næstu fráhaldin, setjumst aftur á hæglegum ennina síðurólan í rétta dýnu og böngum handleggjum örlítið framar eftir dýnu. Tökum nokkra djúpa andardrætti hér og finnum hvernig við náum að breiða út á bakinu í hvers skipt sem drögum andan að. Nú ætla ég að leyfa ilmu að taka við. Stinga tálmyndir, þrýsta svo bara rólega upp í hundinn sem horfir niður. Byrja bara að ganga ykkur til hér. Slaka bara höfð á hálsi, finna langan hrygginn. Fylla lungun vel að tæma hér. Og koma svo bara niður á hné. Aftur viljum að þræða nálina hérna, þannig að við öndum að og við opnum upp hægri handlegginn, þræðum hann rólega í gegn, fáum hægri öxlina niður í gólf, þrýstum svo aftur vinstri handlegg niður, öndum að, opnum aftur hérna upp, hægri handlegg og rólega frá til þræðum aftur nálina í gegn. Og aftur hérna, lyftum við upp, opnum upp og frá áttum, ætlum við bara að fá hægri handlegginn í gólf og við lyftum upp vinstri handlegg, tegjum hann upp og rólega frá áttum, þræðum í gegn og við þrýstum hægri handlegg aftur niður í gólf, öndum að, opnum upp, lengjum, tegjum upp og frá áttum aftur, rólega í gegn, þrýstum hægri handlegg aftur niður, fyllum lungun, opnum upp og frá áttum, slökum við vinstri, rólega niður aftur hér. Tær koma undir og við þrýstum aftur upp í hendina sem horfir niður. Fyllum með lungun og tæmum, lengjum vel okkur hérna. Djúp og rólega öndum. Og svo ætlum við að sveifla. Hægra fæti hátt upp í loft, lengja vel á hérna upp og svo bara rólega draga hnýðið upp á milli handa og sjá hvort við getum sleppt fætinu niður á milli handa hérna. Við bara lengjum vel á vinstra fæti, fyllum lungun og tæmum og setja honum hérna aftur og svo bara hendum við djúpt. Tegjum vel fram á vinstra, nál, læri.
svo ætlum við bara að stíga aftur í höndin sem horfum niður í. Lengjum teygum við úr okkur, finnum lungun lyftum vinstra fæti hátt upp í loft og við drögum hér upp að bringu. Sleppum hún niður í handa, ef það kemst ekki þetta við, bara grípum við hann, færum hann fram, finnum okkar hérna, lengjum yfir hægra fæti. Djúpar og lega röndin aftur. En í þann skipti beygjum við hægri fótlegginn og stígum bara rólega upp á milli handa og við beygjum hinn eins mikið og við þurfum. Við leyfum hendunum bara að hanga hérna niður eða grípum yfir olnboga, slefum aftur, áhöfðu hálsi. Djúpar og lega röndin, slaka yfir aðeins fram í tær, frekar aftur í hæla. Og svo beygjum við hnén og komum hægt og rólega upp, hryggjarð, skyggjarð, réttum hérna rólega úr okkur, bara gefum okkur smá hérna, djúpa öndin, finnum að lengjum vel úr okkur, lyftum upp í bringu og svo fyllum við lungun með teygjum hendur hátt upp í loft. Lengjum vel hérna bara upp í fjallið og við ætlum að spenna greipa þrýsta lófum hérna hátt upp í loft og frá höndum slaka höndum rólega niður og spenna greipa svo fram bak og við ætlum að opna upp hérna bringuna og að gera þegar þetta gengur ekki bara grípa í húfu eða eitthvað hafa milli handa. Bara vinni með ykkur og svo bara rólega, ef hendar, anda hér eða jafnvel slaka niður, leyfa höndum að koma upp og yfir hér. Aftur slökum við að höfða hálsi, beygjum hérna alveg eftir hendurleika hér og leyfum okkur að anda hendurnar aðeins neðar. Og við beygjum hnén. Komum við annarkvort að beina bakið eða hringgerði fyrir hringgerði, finnum bara ykkar leið upp hér. Bogið hnén, sleppa höndum niður og aftur bara aðeins að njóta hér. Finna langan hrygg, finna fyrir tábergin í gólfi hér, stóri tá, litli tá, hæl. Og svo ætlum við að leyfa okkur að brána hérna rólega niður. Og við ætlum að stíga aftur í hundin sem horfir niður. Og við ætlum að lengja teygja aftur vel úr okkur. Við ætlum að fá hnén í gólf. Og við ætlum aftur að lyfta hérna upp, bara vinstri handlegg, teygja hátt upp í loft og rólega þræða nálina. Við ætlum að fá vinstri öxl í gólfið og við ætlum að sjá hvort við getum bara standa við hér. Kannski erum við hægri handlegginn í gólfi, kannski fáum við hægri handlegginn upp á mitti, kannski teygjum við hann upp í loft eða leyfum hann bara að hanga aftur á mjóbakið eða reynum að grípa aftur í vinstra inn á læri. Við vinnum bara með okkur hér. Ef við erum í smá stuði og viljum testa jafnvægið aðeins, þá ætlum við að sjá hvort það sé hægt að stinga tánum undir hægra megin og rétta úr hægra fæti. Og bara sjá hérna. Hvort við getum haldið hér, kannski handleggurinn upp og við bara prófum okkur áfram. Kannski treystum við okkur til þess að lyfta hérna þessu upp, hægra fæti, testum jafnvægið og ef við dettum aftur fyrir okkur þá bara reynum við að gera þessu mjúki og hægt er. Þannig að velkomin að grípa tærnar í geðvildi, þrýsta mjöðminn þessu, við bara getum leikið ykkur að þessu hérna. Og svo slekum við hægri, tánum í gólf, hnén í gólf. Hægri handleggur, lyftum okkur rólega upp á fjórar fætur, tæra aðeins undir, lengjum aftur aðeins úr okkur hér, fyllum lungun á tæminu. Og svo fáum við hnén í gólf aftur, við tökum hérna hliðina og við lyftum upp hægra handlegg og bara rólega þreim í gegn, ég snúi við, við sjáum við. Og við finnum okkar stöðu hér.
Má vera líka í gólfi bara fyrir saman niður okkur. Við öndum djúpt og hér velkomna að staldra við. Ef við viljum fá tær undir vinstra menn, sjá hvort við getum rétt úr vinstra fæti. Anda djúpt hér eða teygt hendur upp eða rétt úr fæti. Aftur bara finnum við sterka miðju. Djúpa rólega öndum. Halda þar eða grípa í tær. Þrýstu öfull fram í mjög. Og rólega sleppa takinu eða hægt. Fá vinstri handlegginn í gólf, hnén í gólf. Anda og opna upp. Og aftur hér tær undir, þrýstum upp í öndum sem horfum niður. Og við tökum djúpa rólega öndum hér. Byrjum svo bara að ganga aftur. Upp á milli handa. Alveg eins og hendar hérna beygja hnén. Slökum á höfði og hálsi. Slökum að sér. Og við komum upp, hringjaði aftur. Húi. Æði. Þá ætlum við að fá tær og hæla saman. Ef hendar og að sjálfsögðu velkomin líka að vera með mjaðmarbyrla milli fóta. Ég bara finni hvað virkar best fyrir ykkur hér. Svo lyftum við lengi upp á mittinu, við öndum að við teygjum hendur hátt upp í loft. Jafnvel hleypum hérna vísifingrinum út. Og við öndum að fyllum nokkur teygjum úr okkur. Og bara rólega hér. Teygjum okkur yfir og upp og yfir. Við erum ekki að sköpa saman, við erum að lengja, við erum að lyfta upp á mittinu. Fylla lungun hér. Og svo öndum við að og við lyftum, lengjum upp. Gefum jafnvel aðeins eftir. Fyllum lungun eftir, teygjum vel úr okkur og framöndum. Yfir að hina hlýna og pössum okkur að fara ekki að skugga halla okkur fram eða halla okkur aftur. Við reynum að finna hérna svona sæmilega millivegg. Okkur bein og löng. Öndum svo að opnum upp. Og slegum höndum niður. Legum okkur aftur. Aðeins að njóta hérna. Og svo ætlum við að koma fram á dýnuna aftur. Rólega, slaka okkur fram. Við ætlum að ganga kannski kærðar aðeins út af við. Svo rúmlega mjaðmarbyrla á milli fóta og við ætlum bara að leyfa okkur rólega að setjast niður í skrattann hérna. Þannig að finnum bara ykkar steði, hendar virkar. Það er einn aftur að setja með húna. Öndum djúpt hér, við lyftum upp í bringu ef það er hægt. Og bara opna sér. Og sjálfsögðu ef hægt að koma upp, þá bara koma þér upp. Má líka setja eitthvað aðeins undir ef það hendar. Tvöfalda dýnuna eða þunna bók. Svo fáum við bara hendur fyrir aftan okkur. Leyfum okkur rólega að setjast niður hérna. Og við skulum bara fá aðeins hendur frá það bak. Aðeins að rista hérna fætur. Losa þessum. Og hér ætlum við að krossa ekki fætur. Og bara sjá hvort við getum leyft okkur að rólega slaka fram. Kannski var bara hendur í gólfið fram okkur, kannski leyfum okkur að halda bara aðeins fram hér. Kannski þurfum við að fá eitthvað aðeins undir setjunni. Við bara finnum okkar stöðu þar sem við getum anda djúpt. Slakað á höfði, jafnvel hálsi. Að lyfta okkur að gefa eftir hérna. Anda inn í hægri læg, raskinn og slaka aðeins betur á þér.
svo hægt og rólega komum við upp í bara hryggjarið fyrir hryggjarið. Réttum úr okkur, fáum bara hendur aftur fyrir bak og aðeins losum fætur, hristum aftur þessu, losum aðeins færum okkur svo yfir á hina hliðina, vinstri fót komið fram eða öfugt þess að gera það og sama gildir bara. Kannski erum við með eitthvað undir seipinu, kannski erum við bara rétt aðeins að halda okkur fram. Við passa það ekki að lyfta seipinu upp gólfið, við bara reynum að halda henni í grófi og slökum aftur niður. Gefum eftir. Fyllum lungun og slökum allt betur á. Inn í vinstri, rass, hægri. Kannski finnið þið smá tegið niður hrygginn líka. Svo hægt og rólega höldum við að komum upp hérna hryggjarið. Losum aftur fætur í sundur. Hristum aðeins. Aftur hressum aðeins fætur. Svo ætlum við að koma okkur niður á bakið. Og ég ætlum bara aðeins að grípa hnén hérna. Nutta aðeins á okkur mjög bakið. Skiptum átt. Svo ætlum við að færa okkur yfir í hryggmyndina og við bara vegum og metum hvernig okkar hryggur akkurat núna. Hvort sem að við leyfum hnjánum að síga niður til vinstri, fáum hægri handlegginn út til hægri og öndum djúpt hér, eða ef við viljum frekar rétta úr vinstra fæti og fá hægri hlið þaðan rólega yfir, eða ef við viljum krossleggja fætur, bara finnum þá hryggmyndu sem hentar okkur best akkurat núna. Þá erum við öfuga átt við hnén. Bara öndum að fyllum lungun vel og svo gefum við eftir. Tæmum og slökum á. Fylgjum okkar öndun hér. Og meðan við gefum aðeins betur eftir. Svo drögum við hnén upp á bringu. Pressum það aftur að eða bæði hnén, allt eftir hvernig við fórum inn í stöðuna nú. Nuttum aðeins okkur mjög bakið aftur. Og færum okkur svo yfir á hina hliðina. Sama gildir, kannski koma bæði hnén yfir. Kannski réttum við úr hægra fæti og slökum vinstra hnén yfir. Horfum í öfuga átt við hnén. Sumir vilja jafnvel teygja vinstri handlegginn aðeins skáfa upp á móti, bara prófa ykkur áfram. Það hentar akkurat núna. Og svo drögum við hnén eða hnén rólega tilbaka aftur hér. Press upp á bringu, nuttum. Aðeins hérna í nokkra hringi. Svo ætlum við bara að fá fætur og hendur upp í loft og við ætlum bara að hrista hérna duglega. Hendur og fætur, hrista alla þreytastreitur líkamann. Og svo ætlum við að leggjast niður í slökum og afstæðan ætla að taka við. Gaman að sjá ykkur loksins eftir allan þennan tíma. Við ætlum að fá okkur svolítið góða slökun eftir þennan fína jógatíma.
Svo leggjumst bara í slökunarstöðuna í Shavasana. Þess aðeins með ykkur. Það er mikilvægt að gefa sér nóg pláss í Shavasana, breiða vel úr líkamanum. Leyfa fótunum kannski alveg að fara út í kantinn á dýnunni og leyfa handleggjónum að koma svolítið vel út í hliðina. Svo náum alveg að finna líkamann slaga. Og svo þurfum við bara að liggja og finna öndunina. Aðeins að finna hvernig það gefur svolítið eftir. Með athyglinni upp eftir líkamann finna hvernig ökklarnir eru alveg lausir, fæturnir velti í sitt hvora áttina. Hvernig kálfana mjúka, hné mjúk, læri mjúk. Hvernig mjaðrirnar eru mjúkar og þungar. Og við finnum hryggurinn líka beinn alveg upp í hvirfil. Kviðurinn mjúk og lyftist á innöndun. Sekkur saman á útöndur. Fingurna mjúka, krullast kannski örlítið inn í áttalón. Múlliðina mjúka, olnboga, axlir, allt herðarsvæðið. Meira að segja framan á bringunni, mjúkt. Það er hvernig að hálsinn sleppir alveg takið hann. Svo að finnum hvað höfuðið getur orðið þungt. Finnum hvernig dýnan heldur okkur alveg öruggum. Og finnum svo hvernig mýktin rennur niður eftir andlitinu. Í renni, augu, kinnar, kjálka. Svona að finna svo hvernig með hverjum andadrætti við sökkum örlítið dýpra. Gefum örlítið betur eftir. Allt í lífinu hefur sinn takt. Svo kannski þegar við gefum svona vel eftir, kannski finnum við taktinn í önduninni, finnum taktinn í hjartanu. Hlustum á taktinn. Og við getum hlustað eftir því hvernig heyrist þegar dropið drýpur úr krana. Drypp, 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 drypp. Svo hlustum eftir því sem að öndunin okkar róast. Kannski róast þessi taktur og við finnum hvernig við sökkum dýpur inn í dýnu. Trypp. Trypp. Svo erum við bara í pínulítið ferðalag. Finnum hvernig við liggjum út í skógi. Við liggjum á skógum. Það er vetur. Við liggjum í snjónum. En það fer vel okkur. Við erum vel búin. Vafin inn í hlýtt og gott hefn. Heyrum hérna takt. Trypp. Trypp. Og við tökum eftir því að á einni trjágreininni hangir grímhjarti. Það er hérna ennþá það er búið að vera frosið trénu í allan vetur. Það heldur fast greinina en nú er vorið að koma. Kemur með smá hlýju með sér og grímhjarti bráðnar. Hægt rólega, drýpur, dró, dró. Hvað skiptir sem að drýpur drópi, gefur við örlítið betur eftir.
Sökkum dýpra niður í snjóinn. Hægt og rólega bráðnar grýlukertið meira og meira á endanum. Hefur það bráðnað þannig að það sleppir takið á trénu, dettur niður á skógarbotn, hliðina á okkur, liggur mjúklega í snjó. Það hefur sleppt takið, alveg eins og við. Búið að finna sér þægilegan hvíldarstað á skógarbotninum. Alveg eins og við sleppt taki á vetrinum og því sem var tilbúið fyrir nýja ævintýri, nýja framtíð. Finnum hvað það er þægilegt að sleppa fyrir taki, sökkva, leyfa öllu nýju að hafa rými. Velkomin. Líka með liggur þungur í dýnunni. En það er óhægt núna kannski aðeins að opna augun. Bara rólega, bara mjúklega. Hægt og rólega að setjast upp. Það er alltaf okkar tíma. Svo endanum sitjum þægilega. Sitjum með bakið beint, axlirnar slakar og aftur lokuðu augunum, tökum eftir. Má finna hvernig það er að sitja núna þegar við erum búin að sleppa takið og allt þessu. Mögulega hvílt á okkur. Finna hvernig öndunin er djúp og róleg. Við finnum kyrrðina í líkamanum, kyrrðina í önduninni, kyrrðina í huganum. Og við skulum halda þessari kyrrð með okkur þar sem eftir lífið dagsins, þar sem eftir lífið ársins. Svo eigum góð jól með okkar nánustu. Við skulum enda á einu góðu ómi, endum að. Ljós og friður fylgja okkur. Jai Bhagwan, gleðileg jól.